En þá það efnahagur þjóðarinnar. Eftir smástund sest Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar Landsbankans hjá okkur. En fyrst Árni Mathiesen, fjármálaráðherra. Ísland í dag hitti hann áðan og spurði bara hvað þarf eiginlega að gerast til þess að þið opinbera sjá ástæðu til þess að grípa til aðgerða? Ég held að það sem að skipti mestu máli þegar við erum að velta þessu fyrir okkur átta okkur á því að þetta í rauninni hlutir sem að gerast út í heimi sem að hafa áhrif á okkur og ekki á okkar völdum hér. Hvað þyrfti að gerast? Þurftum við að horfa fram á meiri áttar gjaldþrota, hrinu eða atvinnuleysi? Hvert þurfum við að fara? Ég vil nú helst ekki fara út í það að skilgreina það á einhvern sérstakann hátt en auðvitað það einhverju hlutir svona í þessa áttina sem auðvitað skipta mestu máli í því sambandi. Höfum við tíma til að doka við og sjá til? Nú gerast hlutirnir mjög hratt í þessu fjármálalífi. Við hefum ekki ástæðu til að ætla það að hlutirnir hérna á Íslandi gerist neitt hægar það? Nei, út af fyrir sig höfum við ekki ástæðu til að ætla að hlutirnir hér gerist hægar ef það eru sömu hlutirnir sem eru að gerast. Ég held hins vegar að staða íslensku bankana að hún sé talsvert önnur heldur en þessara banka sem við erum að sjá að þeir í mestum erfiðleikum erlendis. Okkar bankar, þeir voru nánast ekkert inn í þessum undirmálslánum, þannig að þeir eru ekki að taka á sig töp þess vegna. Þeir eru tiltölulega nýbúnir að gera mikla breytingar hjá sér, þannig að þeir eru allir með góða lausafjárstöðu, þannig að það er ekkert fyrir séð að eitthvað slíkt gerist í bönkunum hér hjá okkur sem við höfum verið að sjá í bönkum erlendis, þannig að ég á ekkert von á einhverjum gríðarlega hröðum breytingum hvað þeirra stöðu varðar á næstunni. Hlaut ekki að koma að því að krónan fjalli eins og hún hefur verið að gera í gær og í dag. Hún hefur verið alltaf hátt skráð er það ekki vegna hávaxtastefnu Seðlabankans og gríðarlegar erlendrar lántöku? Jú, þetta hefur hann verið of hátt skráð með það sem hefur verið talið vera svona meðalgengi krónuna til lengri tíma. En hún hefur nú svona verið að nálgast það gengi svona hægt og rólega í nokkuð tíma og auðvitað hefði verið betra að það hefði gerst áfram á þann hátt án þess að það kæmi skyndilegt fall eins og við sjáum núna. Nú vitum við að ríkissjóður stendur ágætlega. Við erum ekki að miklar áhyggjur á honum en skuldsetning íslenskra heimila og fyrirtækja er eitthvað svo mesta sem gerist í vestrænum heimi. Þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því? Þarftu ekki að hafa vakandi auga yfir því sem fjármálaráðherra? Jú, við auðvitað fylgjumst með þeim hlutum líka og við erum auðvitað að gera hluti núna sem að eiga að bæta bæði stöðu fyrirtækja og heimila með lægri sköttum og það auðvitað á að styrkja þeirra stöðu bæði til þess að takast á við erfiðari tíma og eins í samkeppni sem að fyrirtækin eru í og í raunin það sem að skiptir mestu máli fyrir okkur að við höldum áfram að gera þá góðu og jákvæða hluti sem við höfum verið að gera undanfarnum árum. Það mikið undanfarin misseri búið að tala um að færa nú fjárhagsleg völd út í atvinnulífið frá stjórnvöldum sem sagt, frá stjórnmálamönnunum en núna svolítið kannski eins og dæmi sig að snúast við eða hvað. Nú erfitt í fjármálalífinu og við fjölmiðlamennirnir mætum til ykkar ráðamann og spyrjum hvað ætlið þið að gera? Já, það má auðvitað setja það í þetta ljós. Ég held hins vegar að þessar breytingar sem við höfum verið að gera með því að færa valdi frá stjórnmálamönnunum til viðskiptalífsins og almennings að það hafi verið jákvæðar og góðar og réttar breytingar og hafi skilað miklu. Þannig að það er ekki svo fjármála sérfræðingarnir og fjárfestarnir stóru hafi ekki kunnað að fara með valdið? Já, það er náttúrulega auðvitað ljóst að einhvers staðar voru gerð mistök sem að hafa komið einhverjum í koll og síðan aðrir sem ekki koma nærri þurfa að súpa segið af. Og miklar áhættur? Já, menn töldu að þeir væru með nýjar aðferðir til þess að dreifa áhættu en það kom í ljós að það var ekki rétt og menn voru kannski að vanda sig betur þegar þeir útfæra hlutina upp á nýtt þegar að við förum upp aftur. Þetta sagði Árni Mathiesen við okkur í dag. Nú sest ég okkur Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar hjá Landsbankanum, komdu sæl og blessuð og velkomin. Sælir. Ert þú sammála þessu sem að Árni sagði að þetta væri kannski mestuliti því að kenna að allt væri komið í óefni í útlöndum? Já, ég það. Síðan í bland, eina ástæða fyrir því að viðbrögðin eru svona sterk hérna heima er að við erum náttúrulega lítil
en líka þau að það eru svona ákveðnir erfiðleikar á svokölluðum markaði fyrir gjaldeyrisskiptasamninga sem að valda því að kannski krónan fellur hraðar heldur en að maður hefði annars búist við. En þetta fyrst og fremst út af því sem að gerast erlendis. En hvað þýðir þetta? Þýðir þetta það að bankar í útlöndum vilja ekki lengur eiga viðskipti við íslenska banka eða bara banka yfir höfuð? Hvað eiginlega að gerast? Það sem að gerast það að traust banka á milli erlendis og allan heim að minnka eða hefur notið hnekki vegna þess að það kemur hann í ljós að Bear Stearns sem að annars var mjög stór banki að hann með erfiðleika sem að ekki lágu fyrir og forstjórinn þar var búinn að tilkynna fyrir viku að allt væri í lagi, að þeir myndi standa þetta óveður af sér og svo framvegis. Svo breytist staðan á 24 klukkustundum og þeir eru komnir í greiðsluþrot og þeir í raun og veru voru seldir nauðungarsölu. En þetta akkurat það sem maður gæti haft áhyggjur af. Allir keppast við að segja að íslensku bankarnir standi bara mjög vel, þetta sé bara allt í lagi, en síðan gerast hlutirnir svo hratt. Gæti það ekki gerst hér? Þetta einmitt eðli svona fjármálakrísu að hlutinni gerast mjög hratt en íslensku bankarnir standa gríðarlega vel og sem betur fer voru með mjög góða lausafjárstöðu þegar þetta fór af stað allt saman en það aldrei þannig að mennsju geti staðist hvað sem en þeir eru mjög sterkir og það sem að menn þurfa að átta sig á að það munur á því, þú þarft að vera með sterka eiginfjárstöðu sem þeir eru allir með og þú þarft að vera með sterka lausafjárstöðu en ef að þú lendir í því eins og Bear Stearns lendi að mótaðilarnir voru sjálfur veikir og þurftu að loka eða ákvaða að loka á bankan að þá gerir þetta afar hratt og þá skiptir máli að seðlabankar séu tilbúnir eins og seðlabanki Bandaríkjanna til þess að veita svona lán til þrautavara. En í þessu tilfelli var Bear Stearns bara komin í ómikil vandamál og var seldur en í tilfelli íslensku bankana þá hræðist ég ekki slíkt. Maður gæti hins vegar lent í því að þeir þyrftu á fyrirgreiðslu að halda varðandi laustfé en ekki varðandi eigifé. Þeir eiga fyrir skuldum og öllu slíku. Hvað myndi gerast ef að fólk gerði eins og maður hefur svona aðeins heyrt utan að sér og myndir heila bara fara að taka spariféð sitt út úr bönkunum og fara með það í erlenda banka vegna þess að misti trúnaðinn íslensku? Við höfum ekki séð þetta gerast í lausafjár vandræðum eða í lánsfjárkreppum erlendis að fólk fari út úr heilu hagkerfi. Það gerist á milli banka, skilurðu, og það fara úr breskum banka í breskan banka. Og ég ger nú ráð fyrir að það niðurstaðan hér því þú getur ekki lagt inn íslenskar krónur í banka erlendis. En þitt með því hvort þið opinbera ætti að koma eitthvað að málum núna? Hið opinbera í þessu tilfelli á að tryggja að vegakerfi fjármálakerfisins virki og það fullt af kerfum í fjármálaheiminum sem að við sjáum aldrei en þurfa að virka til þess að allt sé í lagi og þetta svona maðurinn á bak við tjöldin, það eitthvað sem heitir stórgreiðslukerfi, það gjaldeyrismarkaður, það millibankamarkaður, það þessi swap-markaður sem ég var að tala áðan, gjaldeyrisskiptasamningar. Getur hið opinbera gert og hið opinbera þarf að passa þetta virkjalt og það einn markaður sem hefur högt undanfarið og það þessi gjaldeyrisskiptasamningamarkaður og hann mikilvæg leið fyrir peninga að koma til og frá landinu og þar þyrfti hið opinbera að passa sig betur að fjármálakerfið á Íslandi hefði aðgöngu að lausufé í erlendri mynt, ekki bara í krónum og til dæmis Seðlabankinn hefur staðið sig mjög vel í að tryggja það að þessi alltaf nótt lausafjóri í íslenskum krónum en þyrfti að koma betur að því að hjálpa til með erlenda féð og það bara svona eins og að byggja vegi og passa að þeir teppist ekki í umferðarhnútum. Þetta ekki beint hjálp út af erfiðleikum með eignir eða bankarnir standi illa heldur til þess að passa bara upp á kerfi virki og peningar komist til og frá landinu að myndist ekki einhverja umferðarteppur og króna veikist óþarflega mikið. Akkurat, við verðum að stoppa hér Edda Rós, við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu og eflaust eftir að hófið þið aftur. Takk fyrir komuna.